og við verðum að halda vel á spilunum. Þannig að fyrst á máladagskrá, þannig að aðkoma okkar íbúaráða fjárfestingu og viðhaldsáætlun og þið eru búin að fá þessu gögn, ég lét ykkur vita af þessu strax bara á þessum fundi á lokum sem ég var boðið á sem formaður. Það voru allir boðaðir. Voru allir boðaðir? Ok, ég var ekki að ágjöra því að því ég missti af akkurat Grafarvoginum, en það er kannski ekki hengt þetta svo. Það getur miður tök á að vera. Nei. Ég ætla að ná því en við. Allavega er allir konum með eyðublöðin sem og skjölin sem voru kynnt á þessum fundi. Já. Og við, sko, ef við fáum þarna upp á skjáin skjalið verkefnin í Grafarvogi. Já, kannski ekki. Allt í lagi. Það sé ekki haustfundur Grafarvogur. Bara aðeins til að rifja upp að þá ber okkur að skila inn tillögum fyrir 31. þessa mánaðar. Já. Það höfum lítinn tíma. Já, einmitt. Þetta hefur legið náttúrulega fyrir síðan. Já. 20. apríl, sko. Þarna sjáum við sem sagt allt það sem að þeir lögðu fram að við gert og færa þessa áætlun. Þarna eru fasteignirnar og þetta er að mestu leyti leikskólar og grunnskólar. Já. Það er líka þarna fremst, ekki næsta síða fyrir framan, það eru götur, stígar og opin svæði og við fengum líka yfirlit yfir svona spotta sem á að malbygga og vinna. Það var hérna í Gufunesi á að gera eitthvað átak og síðan var þarna eitt hringtorg, Víkurvegur Borgarhverfi og síðan er lengra niður bara til að rifja þetta upp. Það var hérna fasteignirnar, nú er það bara eina Funaborg, þessi 7 deilda leikskóli og síðan þarna skólalóðirnar, sparkvöllur og fyrsti áfangi endurgerðar. Sko, það er bara mjög fínt að fá þetta svona, en eins og við höfum nú rætt áður, þá var listinn frá því árin á undan, hann var svo óskaplega langur og við vorum búin að biðja stöðumat á þeim verkefnum. Þetta er þetta mun styttri list en það. Og ég spurði á fundinum hvar væru öll hin verkefnin stödd. Og það var örugglega eðlilega að viðkomandi einstaklingur ekki svara því. Þannig ég setti saman draugabréfi sem ég langaði að varpa upp og sýna ykkur. Þar sem að mér finnst að við þurfum að fá svör við því að við þurfum að finna til einhver fleiri verkefni á þennan lista. Það er akkúrat þetta sem er komið þarna. En svona stendur að síðasta haustu við íbúar á síðan í haust. Íbúar á Grafarvogs eftir upplýsingum stöðu framkvæmda viðhalds á fjölmörgum grunnskólum og leikskólum en ekki fengið svör. Og svo núna í apríl var lagt fram yfirlit yfir viðhaldsverkefni í Grafarvogi en þegar sá listi er borinn saman við sambærilega listan frá vorið 2022 sést að á nýja listanum eru mörg sömu verkefnin og voru á eldra listanum. Má líta svo að endurbótum eða viðhaldi sé lokið ef byggingin sem var á listanum 22 er ekki á listanum 23. Af því að það voru svo miklu fleiri á gamla listanum, einnig er spurning hvort hluti af verki sé lokið ef skólinn er aftur á lista en verkefnalýsingin er önnur en var í fyrra. Það er aðeins hluti af viðkomandi verkefni sem kemur hérna inn á lista. Mér finnst við þurfum að fá að vita þetta, en til gamans má geta þess að það er verið að taka niður Stillansinn utan á Hamraskóla. Já, samt ekki búið að ganga frá, það er verið að taka niður. Það er ekki búið, ég var að velta fyrir mér hvort það væri verið, það er ekki búið að klæða skóla, húsnæði sjálf, hvort það væri verið að endurnýja Stillansinna því hann hefur verið slysagildra. Ég hugsaði það í gærkvöldi. Já. Það hefur verið búinn. Þarna sjáum við, ég setti þarna niður langan listan frá því í fyrra og þið sjáu hvað hann er langur. Já. Alveg hérna. Og svo sjáum við þennan nýja lista og á honum eru til 2 ný verkefni, skóli og
þarna Dalhús. Þannig að það margt sem stendur út á og mér finnst við þurfum að fá svör við því hvað standa þín verkefnin. Þannig ég vil gjarnan fá ykkar samþykki fyrir því að láta þetta fylgja með Endilega. okkar svörum eða viðbrögðum við þessari ósk að við sendum inn. Svona örlítil athugasemd, þá myndum við bara kalla þetta eins konar greinargerð með tillögum ykkar. Já. En þá var það þetta, ég spurði að því nú búið að þarna vera að dekka leikskóla, grunnskóla, gatnakerfi komið, skólalóðir, ég fór sjálf svona í huganum yfir og svona var að varpa til ykkar því gerum slíkt til sama. Hvaða gæti verið til viðbótar? Ég spurði bryggjuna út í Gufunessi. Í mínum huga það aðkallandi verkefni. Ég fekk að vita að það bryggjan í eigu borgarinnar, þannig að borginni ber skylda til að þjónusta hana, halda henni við. Þá finnst mér nú hefur umferð Gufunes stóraukist, þetta orðið hluta útivistarsvæði okkar allra plús þennan fjölgar íbúum. Hún hættuleg eins og hún Annað hvort, og þá kom svarið að var hugmynd einhver tímann að hafa hana sem hluta af göng- og hjólastíg út í Austurey Viðeyjar. En það ekki neitt á kortunum, við sjáum ekki neitt. Þannig að mér finnst bara þurfa að senda frá okkur annað hvort gera þeir þessa bryggju örugga og mannhelda og tryggja öryggi allra sem ætla út á hana því að þarna bæði sjósund, dorg og fólk bara í útivist og allavega. Eða þá að þeir bara hreinlega fjarlægja hana. Það ekki hægt að hafa hana svona eins og hún Þetta var svona annað sem mér datt í hug og svo var það að bæta umferð öryggið hér á þessum gatnamótum hérna. Já, girðing á bryggjuna í Bryggjukörfi. Það búið að tala þetta frá því að hverfið var reist og viðbrögð eru engin. Bryggjuráðið margbúið álykta og taldi sig hafa verið komið með samkomulag við borgina lausnir. En það bólar ekkert á því. Ég reyndar ekki heyrt í Bjarna, ég þarf bara að gera því fram á þessu fundi, formanni Bryggjuráðs. En ég held að við ættum að ítreka það að það verði fundin öryggislausn á frágang bryggjunar í Bryggjukörfinu. Ég fer þar í hverju viku og ég mér alltaf jafn illa við að fara þarna. Fólk krakkar hafa dottið þetta fram á. Þú ert að tala bryggjuna sem fjærst eiginlega. Það bara svona lappar eftir. Já, Bryggjukörfinu, já. Ég er bara bryggjukant. Og við lögðum, hverfisráðið lagði fram fyrir 2 árum meðan það starfaði, eða hvort það var íbúðarráð, ég man það ekki, mynd af fráganginum í Kópavogi sem til fyrirmyndar og í bryggjunni þar, sem sagt beint á móti Nauthólsvíkinni, en allt kemur fyrir ekki og þannig ég ætlum að árétta það í sama hendingu. Já, ekki maður. Já, eins og ég lít á þetta sem við erum að gera varðandi þessar framkvæmdir að borgin náttúrulega búin að vera eða tími að forgangsraða. Það eru embættismenn búin að vera að taka saman hluti sem þarf að gera og setja það svona fram og væntanlega út frá einhverju forgangsröðum. Ekki okkar hlutverk fyrst og fremst að og svona það hugsunum með þessu að við förum yfir það og gefum það svona jarðtengingu að þetta sé nú réttu listi. Það sé ekki á hann eða eitthvað sé eins og þú ert að tala með bryggjuna þarna í Gufunessi, það vantar eitthvað á listanum sem við þurfum að benda á. Ég held að því við eigum að vera tengiliðir inn í, þú veist, alltaf okkar stóra hóp og þess vegna var ég svona flaggaði að þetta er stuttutími. Ég held að þetta er að koma fyrst fyrir íbúðarráðið á þessu fundi að hvort við ættum ekki að bara strax eftir þennan fund og allan að flagga því til okkar stóra umhverfis að við sjáum þessi verkefni einhver önnur verkefni og þá safna því saman að því mér finnst það vera að skipta máli við séum svona fulltrú allra þessar ekki bara ég er ekki inn í starfandi í Grafarvogi þannig að maður veit ekki ég held að þurfi innlegg allra þetta er svona ákveðin check við erum að fara yfir verkefnalistan og segja bara ok, nei og við þurfum að koma með ábendingu nei, við þurfum að hafa þetta ofar í forgangsröðinni og þetta vantar á listan og til þess held ég við þurfum input frá fleiri en okkur bara hér
kom fram á þessum fundi að þeir eru með einhvern svona forgangslista, eitthvað 1., 2., 3. Kom ekki alveg skýrt frá sko hvað það er sem að veldur því að einhver framkvæmd fyrir 3., 2. eða 1. nema að það sé svona heilsuspillandi líklega eitthvað, það er Fyrsta. En ég er alveg sammála þessu að við getum auðvitað bara samþykkt núna að það sé þarna einhver verkefni sem við viljum gjarnan ýta að þeim. Það er þessi 2 byrgjuverkefni og eins og við höfum áður þetta hér, þessi gatnamót. Hvað þau verður vitum svo sem ekki og við þurfum síðan að greina þau niður eftir þessum jafnréttisstuðli og hvort að ráðið gefur sér einhver tíma, það má ekki vera langur tíminn er svo stuttur og síðan fyrir mér að ganga frá því og þú berja bara undir ykkur og við samþykkjum það áður en við sendum það frekar heldur en að kalla til einhvers auka vinnufundar eftir hvað við viljum, þetta er bara svo stutt. Já, ég held að það verði líka lýðræðislegt að sko bara að senda póst, þó sem ekki það, að senda póst og biðja ábendinga fyrir 20. maí, eitthvað slíkt, allum þessum stóra hóp okkar sem er tengslanetið okkar. Bara hérna þessi listi er eitthvað sem að brennur, eitthvað sem við verðum að fara í, þannig að við fáum bara jarðtenginguna við okkar samfélag hérna. Eins og íbúaráðið og foreldrasamfélagið og allt það. Kjartan. Já, bara þessi, svo ég áttum á því, þessi listi sko yfirleitt hugmynda í Grafarvogi, hvaða listi, hver vann þannig í stað? Þetta kemur frá umhverfisskipulagssviði, þetta er svona samantekt af þeim viðhalds- og viðhaldsverkefnum og framkvæmdaverkefnum sem eru á áætlun í ár. Já, sem er áætlun í ár. En svo er þetta náttúrulega líka fjárfestingaverkefni sem er hitt plaggið. Það eru svona stærri pottar af verkefnum sem náttúrulega kannski er ekki flokkaðir sundurgreitir niður á hverju. Já, ok, því að Stóri listin sem við fengum. Já, ok, sko, að því að maður þarf átt að sjá því, sko, að því maður sér svo marga lista, sko, hvaða listar eru bara plain verkefnalistar sem á að fara í ár og síðan eru aðri listar sem eru kannski meira svo hlaðborð þar sem er búið að safna saman hugmyndu sem er talið í rétt á sér en er á að framkvæma okkur lengra tímabili og þá náttúrulega kannski getum við lagt okkar lóð og voðurskaldar og sett reynda forgangsraðan sem við viljum sjá helst. Nú, varðandi þessi bryggjuverkefni, sko, þá á það að vera sér kategóríu, sko, eitthvað sem er hættulegt. Að ég hef oft séð verkefni sem eru bara ekki á neinum lista, en svo hefur einhverjum skólastjóra eða einhverjum tekist að sannfæra rauninni umhverfissviðið að það sé bein hætta og þá trompar það í rauninni allt annað. Þá bara kemur ámundi og bara setur menn í það bara vikuna eftir einhver leis og það er bara meðalegt. Þannig að mér dætti bara í hugmynd þessi bryggjuverkefni því það er búið að berast fyrir í mörg ár sko og þetta er ykkur hætta. Þá velti ég bara fyrir mér hvort að við bara væri hægt að fá einhvern öryggissérfræðing til þess að líta á það stuttlega og gefa okkur bara smá álit í tölvupósti eða greinargerð því að ég veit alveg dæmi þess að ef það kemur ykkur þannig sem er jafnvel utan kerfisins gefur álit sitt þá hefur það borið mjög góðan árangur sko. Þá eða þess að sannfæra sem þá bregðast þess snögglega við. Nú og svo velti ég fyrir mér þessum Battavelli við Húsaskóla. Hann náttúrulega hefur verið mjög lengi á dagskrá og svo ég var eitthvað að spyrjast fyrir daginn og þá var mér sagt að hann var ekki á dagskrá í ár. En svo sé ég hann bara, hann dúkkar upp á þessum lista endurgerð leik- og grunnskóla, Húsaskóli Sparkvöllur. Ok, Sparkvöllur er ekki, kannski, er þetta Battavöllur, er þetta bara viðhald að nú er þetta Sparkvölli sem er bara malbiksvöllur? Sjálf, það spyrir ekki það. Það er þannig. Er þetta bara viðhald á? Þá sem sagt að bara taka malbyggið og setja grasflöt sem er eins og á Battavelli en þá ekkert að byggja utanum. Já, en það er girðingar nú þegar, þannig að þetta er... Já, bara svona, já. Það er búið að beðja Battavellarna í 10-11 ár sko. Bara mörg ár og það verður margar tillögur og það er alltaf sagt að þetta er sjálf að koma og þetta er eini skólan í Grafarvogi sem á eftir að fá Battavell. 2011 eða 12 manni eftir þetta var tekið fyrir á íbúafundi. Já, en Báði það. Já, og ert þú í Húsaskóla? Já. Já, og er talað að ég gera þetta í sumar? Ég veit ekki hvenær, en ég var svo glöð að sjá þetta á þessum lista. Já, af því, sko, ég var ekki að spyrja inn í kennur daginn og þá var mér sagt að þetta veri ekki
Björn Blöndal var að minna mig á það, sko, og ég spurði og það var sagt, jú, hann kemur og ég flutti tillögum hann eitthvað 2015 og það hann kemur en bara ekki í sumar. En þess að svo sé ég þetta hér. Svo geta komið í haust. Nei, þegar maður spyr. Ertu að meina þessu ári? Já, þegar maður spyr svona þá við árið, sko. Já, það ætla bara að taka malbyggið og setja undirlag. Já, ok, besti spyr. Gervigras undirlag. Já. En við erum allavega að koma það með eina bryggjukantinn og þessa bryggju hér. Mér finnst það bara tímandi tímasprengja hafa hann eins og hún Ég veit bara frágangurinn á bryggjunni í bryggjukörnum stendst ekki nein við í byggingarreglugerðum. Frágang út í sveða. Það vantar mikið upp á. Það er búið að tala um þetta svo lengi að ég er bara illt í eyrunum að hlusta á það, sko. Þannig að ég skal bara, ég verði í sambandi með hann Björn hjá Bryggjuráði núna bara á morgun og við getum sendt þér bara. Og það er verið að setja eitthvað nýja bekki hérna við bryggjuna í Bryggjukverfi, 3 bekki, sem það virðist vera mjög mikil ánægð með, sko, ég er í grúpunni, sko, en allir að tala um það að benda á að bæta öryggið. Ég man að þeir töldu sig stjórn Bryggjuráðs vera komin í einhvern samkomulag við borgina fyrir rúmu ári efndir, en greinilega inn í þessu er ekkert, þannig að nú bara fáum við skýring á því og bregðumst við ef það Við gerum það, þetta er verkefni sem við tökum. En eftir öll þessi ár, er engin svona einhver umsögn, skrifleg umsögn, hefur aldrei verið gerð haldið svona, bara einhver verkefni eitthvað litið á því 20 mínútur og bara gefið umsögn? Ég held að það sé búið varðandi, ég ætla ekki að fullera það, en ég held að Bryggjuráðið hafi unnið í þessu máli og ég skal bara koma til bara á morgun. Flott. Svo var annað tengt Bryggjukverfinu, það kom fram þegar við vorum að vinna það um ströndinu. Þá var það tengt lýsingu, bæði göngin undir brúnni og tengingin Bryggjukverfis megin þyrfti að lýsa það upp svona, það var öryggismál. Þetta var lagað fyrir nokkrum árum því að beygjan var svo kröpp. Já, en það er ekkert lýst nefnilega krakkar að fara þarna og fólk var í myrkri. Ok, ég get ekki eftir, ég get svarað, ég fer ofta í myrkri sjálfur. Já, en þetta er svona sem ég var að kasta upp. Svo er þetta eyðublað þarna sem við þurfum að fylla út í sambandi við jafnréttisskimunina. Og þá þurfum við að setja þessi verkefni okkar inn og greina þau, sem sagt, hvaða jafnréttisskimunarblaðið er hér. Svo eru leiðbeiningar þarna líka og þið getur verið í sambandi við þessa konu sem gefur upp e-mail sitt. Þetta er nú ekkert mjög flókið, sko. Hver er tilgangur og hver markmið hennar, sem sagt þessarar svona skima, þessar jafnréttisskimunar og hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunar til að stuðla jafnrétti, geta ekki. Hverju markhóparnir, það er tiltölulega það ég geta sagt það og hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og eða annarra hópa sem mannréttindastefna sem það tiltekur. Og ef við erum að tala um þessi verkefni sem við erum að tala um, þá er þetta bara hreyfingar allir, þetta er bara öryggismál fyrir alla, börn, unglinga, fullorðið, gamalt fólk og alla. Og það er bara að hugsa að eiginlega aðgengi þar kannski fyrst og fremst hreyfihamlaðra. Þetta er allt saman þetta er raunverulega innan gæsalva óþarft plagg því að öll þessi atriði eru tiltekin í hönnun framkvæmda. Þá ber að gæta að yfirborð valdi ekki hálku, handrið sé ákveðinni hæð, fallætta sé ekki bla bla bla. Þannig að öll þessi vinna í þetta jafnréttis eitthvað, þetta er búið að vinna þetta fyrir mörgum árum. Þetta er í punktunum sem verkfræðingar vinna eftir. Það er bara svoleiðis. Ekki fyrst og fremst kannski verið að hugsa að Jú, þetta er svo verkefni sem bara er fyrir stráka eða fyrir alla eða. Þess vegna er svo skrítið að sjá hönnun mannverki eins og bryggjuna í Bryggjukverfi sem fer ekki eins og eftir augljósum stöðlum. Þannig að þetta er líka svo gamalt, þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara nýtt. Nei, en öryggisskýringa var löngu komin þar áratugar síðan áður en það var. Þannig að ég er að segja að það eru staðlar fyrir öll svona hæð á tröppum, framstig, þetta er allt tíundað. Og þetta er það sem hönnur eiga að vinna eftir og eftirlitsaðilar eiga að gefa gaum að því að það sé gert. En eigum það ekki að afgreiða þetta svona? Núna er mjög snart, er 8. en ekki?
og við höfum að skilja sér fyrir, var það 20. og 31. Má það fara til bókar að samþykkta félagformanni að skila þessu fyrir 31. Og sko, fyrst að ráðsmenn þess að kanna í sínu baklandi og þeir koma þá bara með þessar hugmyndir inn á svæðið okkar og við gefum okkur viku, ekki það. Og við höfum eitthvað tíma til að ganga frá því, 8. eða 15. til 15. maí og þá fer ég að stilla þessu upp í þessi skjöl, annars vegar eyðublaðið, verkefni sjálfur sett inn og hins vegar þetta jafnréttisskimunar. Mér skilst einhvern veginn að það sé þá bara eitt jafnréttisskimunarblað fyrir hvert verkefni. Passar. Já. Þá erum við búin að skipta þessum tíma niður. Annars vegar það að safna einhverjum upplýsingum en nú þegar erum við með svona 2 bryggjuverkefni hérna og hugsanlega lýsingarverkefni. En svo maður sko veltaði fyrir sér að safna niður svona mörgum verkefnum. Ég ætla að hugsa mann gamla lista á þarna. Klárast. Bæti ekki nema á eitthvað lista, svo gengur ekkert á hinn, stóra. En þetta allt verkefni sem þarf að vinna. Ég nú alveg hissa með bryggjuverkefni. Hvernig eru bryggjur landsins almennt varðar? Sko það allavega þetta náttúrulega atvinnusvæði á velflestu stöðum og þá svona kantur sem varnar því að það sé ekið fram af og hann býsna hár. Já, það allavega því að það náttúrulega unnið uppskipun og öðru slíku við flestar þessar bryggjur. En minni bryggjur sem eru hægt að labba niður á að það hlið fyrir, þannig að almenningur almennt ekki að fara á þær sko. En það viðvörun og það eru björghringir og annað sko. En bryggjur sem eru raunverulega göngubrýr eins og bryggjan í Bríkhverfi og fleiri slíkum stöðum, þar ber að hafa öryggisgirðingu. Eða einhvers konar öryggi í tiltekinni hæð, þannig að það sé ekki augljós fallhætta. En það ekkert þar sko. Já, það ekkert þar sko. En ef þetta væri björghringir eða? Já, það væntanlega, ég ætla ekki að fara með það. Jú, ég hljópa þetta daginn þá sá ég. Ok, við förum í þetta, þið leggjum höfuðið í bleyti. Þá það auglýsingin tillöguna breytingin á deiliskipulaginu. Hún að renna á 2 grími, hvað yfirráðasvæðið okkar íbúaráði stórt og mikið. Fórum þetta að hugsa þegar við fórum að skila okkur með römpum upp. Maður fór ekkert í þetta þarna að skoða allt þetta. Þetta hverfi 110 sko. Ég veit að þetta rosa mikið, en ég fór að skoða þetta húsnæði frá 2 hliðum. Ég fyrir mína parta veit að allt þetta svæði að vera uppbygging og allt að vera endurbætur breytingar. Húsgagnahöllin hvað hátt, ekki álíka hátt og hún. Þetta 7 hæðir, þar efsta hæðin líka inndregin. Þarna hugsað að efstu hæðirnar 2 verði eitthvað til útivistar. Já, svona svalir eða eitthvað útivistarsvæði. Hvað segir þið? Hvernig stóð þetta ykkur? Ég bara fagna auknu byggingamagni að það. Þetta sko þetta var stendur einhvern veginn þarna nútíma verslunar fyrirtæki sem geta nýtt sér þetta húsnæði. Þannig ekki eitthvað að tala íbúðarhúsnæði. Kemur fram hvað þetta margir fermetrar í heild sinni? Sko, þetta náttúrulega bara lagt fram til kynningar í okkur og við bara gerum hvert og eitt athugasemd ef við ég hef enga athugasemd. Ég fór yfir þetta, ég fekk kynninga á þessu skipulagsáði og mér bara ákveðlega á þetta sko. Er það ekki? Jú. Og öllu ráðuneytti ég. Og fyrir mína parta sé ég ekki þessu fyrir stöðu. Það verður svona út í göttuna eins og þetta en það þjónustað hinum megin frá. Varstu búin að senda linka á þessa kynningu? Ég fann hann ekki í dag. Þetta svona flókið hverfi, maður veit aldrei
í hvað göttum maður staddur þegar maður er að Það breytir kannski götumyndin aðeins. Þetta er 7 hæða hús og þetta eru lágreistari byggingar aðrar, en það er líklegt að það verður þá farið í eitthvað svipað uppbyggingu á öðru lóðum. Jú. Byggja þarna sem mathöllin þar verið að byggja eitthvað 7-8 hæða hús. Já. Þannig að þetta hverfur allt í þessari breytingu. Svo er þetta stóra hérna, sem maður kallar Rótibreyti eða hvað þetta heitir. Þetta er svona Óskaflahaf og Húsgagnahöllin. Svo er þetta bílastæði hérna hinum megin á móti, þannig að þetta horn er allavega á 3 kantum það. Er linkurinn á þetta í innsendu gögnum? Ég sá þetta ekki. Jú, hann er neðan. Í stóra póstinu? Hann er bara inn á vefnum. Já, ég er bara inn að reykja upp. 7 hæða hús bara hliðast. Það er hlekkurinn að frekari upplýsingar í bréfinu. 2 efstu hæðirnar verða inn. Þá finn ég það. Já, þessi kannski byrjar húsið eftir ekki hér. Sko hérna, ég fór daginn að skoða hérna, fórum svo kvöldna Borgarhöfða á fasteignaþróunarfélagi Klasi sem bauður inni á sýningu og ég veit ekki með þetta bara eða þar viku síðan sko, þannig að mér finnst mjög líklegt að ef ykkur hér vilja sjá sýninguna, það er stórt mótil á svæðinu og svona, og reyndar þetta nær ekki allarleið þarna, þá er ég vissum að þeir myndu með ánægju sína það sko. Það var sem sagt kynning á vinningstillögum og stórt mótil á svæðinu og myndir og vídeó sko. Ég hef nú trú að því ég myndi að flest öll á þessum húsum sem eru þarna í þessari rennu og þarna niður með þetta er bara spurning um einhvern tíma hvenær þessu hús fara öll í einhverju svona uppbyggingu þetta hús útlit séð er eiginlega skást af þessum húsum. Já. Þá var þetta bara svona, þau komum ekki með neitt sérstakt. Það eina sem ég hef áhyggjur af þarna er bílastæði, nú er sko borgin markvisst að reyna að vinna því út bílastæðum, en þessi hverfi þau náttúrulega lifa og hrærast á því og að það sé aðgengi fyrir akandi umferð og það er hugsanlega svo athugasemd sem ég kem til að gera að það sé. Já. Og þetta er eiginlega alveg bara galin stefna hjá Reykjavíkurborg að vera, nú er sko orðin krafa í einsendum tengum að bílastæðamagn í eldri húsum sé minnkað. Það er svoleiðis sko. Já, þú veist að maður er stundum svo gáttaður á þessari vitleysu allri hreint að maður á bara ekki þetta einasta orð sko. Það er svona móti bílu. Svakalega mikið bara, móti bílu. sko, þú veist, miðstýringarhyggjan dó með gömlu Austurblokkinni og við látum bara þar við sitja. Styðjum alla lífshætti sem samrýmast lögum og almennri siðfræði og fólk velur hvernig það fer eða hvað það gerir innan þessi ramma sem samfélagi skapar. Þannig að okkur ber að gæta þess að fólk komist heim til sín og heimann á þann hátt sem því hugnast og sækja sína vöru og þjónustu og sá sem byggir hús að hann hafi að lágmarki til þá aðkomu sem að eðlilegt er gagnvart húsinu en þá ekki vera skandun og með ekki hafa meira heldur en 20 bílastæðir og þetta er náttúrulega bara ekki eðlilegt. Nei, ég heyrði alveg á þessum mönnum að þeir höfðu þessi klasamenn sko sem eru náttúrulega bara mjög áfjáðari að byrja að byggja og það er aðeins vestar, þetta er náttúrulega aðeins vestar, þetta er vestanmegin við þessa byggingu sem við tala núna en ég heyrði svona alveg á þeim að þeir höfðu alveg nettar áhyggjur af því að þú veist hvernig þetta er bílastæðamálin en þeir náttúrulega bara sem byggingaraðili hugsaðu þetta bara, þú veist, bara þegar að skilabóð borgarna eru það að hafa frekar fá bílastæði, þetta bara hlýða þér því og þeir muni síðan bara byggja og selja og lausa þetta mála. En í svona húsi sem er við þjónustu viðskipti og þjónustu og þetta er stóreflis slóð sko, allir þetta verði ekki eins og sumstaðar, þá er það bara bílastæðin eru í eigu þeirra sem eiga húsin. Það er ekki svona almenn bílastæðin. Svo var það þarna sem við fengum svar við fyrirspurnin okkar rafrænu vöktunina. Fóruð við gegnum það? Ég var ekki búin að lesa svarið. Sem fóru í gegnum hverfið mitt. Fyrir 2 árum eða ekki hvað? Nei. 2018. Það var samþykkt þessi tillaga. Já, sko, þetta er náttúrulega ekki ásættanlegt svar. Mér finnst sko svarið sko þannig. Hver skvittar undir þetta? Þetta er Borgarstjórn Gunnarsson, já. Að þetta er svona, þetta er svarið þeirra núna 2020. Já, þetta er bara ekki ásættanlegt. Já. Nei, alveg, ég er bara hreinskilið með það. Já. Þetta verkefni þetta kemur fram á þessum tíma
út af ástandinu í hverfinu og í Reykjavík á þeim tíma og þessar hugmyndir voru grasserandi að það eftir bara að vakta. Svo líður tíminn og það ekki fyrir stuð en þetta fyrir samt inn í þetta verkefni og einhver staðar samþykkt að hleypa þessu verkefni í þetta hverfi mitt og fólk var að kjósa. Íbúar völdu þetta verkefni. Það voru 3 tillögur sem voru sameinaðar í eina. Það var mikill áhugi fyrir þessu og 3 tillögur sameinaðar í eina. Þetta var samþykkt með yfirgnæfandi góðum. Ég man ekki hvort þetta var um 2 í röðina og eftir rennibraut sundlaugina eða eitthvað slíkt sko. En við höfum svo sem ekkert neitt meir það að segja hvað þetta var þar. Þetta stefna borgarinnar að vera bara með þessa vöktun í miðborginni. Þá segi ég, þeir hleyptu sig í gegn á sínum tíma. Þetta var kostnaðargreint og við fengum allt þegar maður fór að kjósa að fara maður ákveðna upphæð sem maður getur ráðstafað í verkefni. Þá á Grafarvogur inni. Og mér finnst það lágmark. Grafarvogur á inni þennan pening. Nei, við eigum inni að þetta sé framkvæmt. Þetta var lýðræðisleg ákvörðun og þeim ber að framfylgja þessu. Og okkur ber að ganga eftir því að það sé gert það sem fólkið vildi. Það ekki forræðishyggja. Við bara erum núna bara stíf og við segjum bara, heyrðu, þið gerið þetta, það var beðið þetta, þetta var gert eftir ykkar forskrift. Við gerðum þetta nákvæmlega þannig sem borgin lagði fyrir. Og við lúfum ekki með þetta. Sko borgin í sjálfum sér samþykkti þetta verkefni á sínum tíma fyrst þeir hleyptu því í kostningum. Algjörlega. En á hvaða forsendum það var gert, það var kannski gönuhlaupa þeirra hafa ekki hugmyndu. Ég var ekki á svæðinu og veit það ekki. En það ekki gert. Nú komin annar tími, önnur stefna. Hugsanlega, ef þetta ekki strax, væri við látna núna tekna niður að því að samrýmast ekki núverandi stefnu borgarinnar? Sko það ekki slíkt að ræða því að borgin getur ekki unnið á móti íbúum. Það ekkert neinstaðar í neinni persónuvernd eða neinum slíkum lögum sem vinnur á móti því að sett séu bráðandi eftirlit. Ekkert. Og ég veit það bara algjörlega því ég vinn við þetta. Og það að einhverjum örfáum aðilum í stjórnkerfi Reykjavíkur hugnist ekki rafrænt eftirlit, það á bara ekki að fá að yfirvinna vilja fólks, lýðræðislegur réttur fólks sem fór eftir leiðbeiningu borgarinnar, vinnulagi borgarinnar í þessu máli, sterkari heldur en andúð einhver örfára einstaklinga á rafrænu eftirliti. Ég veit ekki hvað þessi stefna borgarinnar þessa rafrænu vöktun, hvað hún hefur farið víða í borgarkerfinu og hvað margir hafa komið að henni, ég ekki hugmyndu það. En ég skil alveg hvað þú ert að meina og maður finnst þetta pirrandi, þetta hafi ekki verið komið 2019. En ekki það sem ekki að þrátt þetta 2023, Kjartan. Já, sko Þorsteinn Tannar borgarrittar, hann svarar þessu bara og hann má eiga það að þetta ekki loðið svar. Nei. Hann, sumir embættismenn hefði bara ritað eitthvað, bara heila síðan með loðnu svari, ekki Davíð á, sko, en hann gerir það þó bara þakkavert, sko. Og ég held að hann svari bara raunni út frá pólitíkinni, sko þrátt fyrir allt, kannski voru mistök að þá hleypus í kosningu, en það voru, og ég ekki á móti verkefninu sko, en ég held að sé alveg dæmi það að verkefni hafa farið í kosningu og síðan þau ekki framkvæmt að því bara það hefur verið talað mæla gegn því ekki samræmist einhverju pólitískri stefnu borgarinnar eitthvað svoleiðis, eða bara, hreinlega verið sko þá hafnað að borgaráði eða annað talið mikilvægara og þarna kannski Þorsteinn að segja sko að samkomla borgarinnar við lögguna og ríkislögreglustjóra á Neyðarlandi sem náttúrulega bara samið í borgaráði að þar sem þetta sé ekki þessu þá raunir bara trompi þetta æðra setta stjórnvald íbúðaráðið. Ég held að það sé bara fakta sko. Ég held að sjá bara þetta, Ingimar. Já, þetta ekki svo sem þetta skar þeim að ná. Fyrst byrjum að nefna kosningin þó hún sé auðvitað svona ákveðin, getur sagt lýðræðis tilraun að virkja íbúana til þess að velja sér verkefni. Og þá þáttakan fyrir að fyrst að vera allt og lítil. Ég örugglega undir 10% í þessari kosningu. En það breytir ekki því að þetta var vilji, kannski, getur við sagt, einhverja 5% íbúa sem kusu þetta áfram. En þetta heldur ekki kosning sem bindandi. Svo það sé sagt. Þetta var samþykkt. Já, býtu, en þetta ekki bindandi kosning. Nei, þetta var samþykkt. Þetta bindur ekki
það bindur semst ekki borgarstjórn. Þetta eiginlega tillaga frá íbúum. Samþykkt tillaga. Já, kosin tillaga áfram. En ég er ekki að segja, og þetta auðvitað, og svo kannski það sem flækir þetta verkefni sérstaklega að þetta í eðli sínu hlutverk ríkisins að sinna svona eftirliti. Ekki endilega. Jú, þetta hlutverk ríkisins. Fyrir að fyrsta þá myndi borgin ekki koma neitt nála til að fylgjast með þessari vöktun. Þetta hafði bundið í lög að ríkislögreglustjóri einn má vakta umhverfið svona utanhús. Þannig að ríkislögreglustjóri myndi þá taka þetta og það sem kannski annars sérstaklega í þessu verkefni, bara bæti við, að almenna reglan varðandi þessa tillögu frá íbúum forgang í verkefnum að þessi einskiptiskostnaður. Þetta verkefni alls ekki einskiptiskostnaður. Þetta ekstra kostnaður. Töluverður. Þannig að ég er bara að segja að þetta öðruvísi að mörgu leyti og margir punktar en það ekkert einfalt en auðvitað sér maður sér náttúrulega mál það sem eins og nýverið mál í Danmörku það sem kemur í ljós að myndavélar björguðu barni. Og það finnst manni náttúrulega, en þess vegna finnst mér finnst að við að halda þessu vakandi og umræðin líka hvernig þetta á að vera en þetta ekki einfalt mál. Sko öll ráð, líka við held ég, við eðlisinu ráðgjafandi gagnvart borgarráði og borgarstjórn. Þannig að við getum samt hvað sem en það þarf að samþykkja í borgar og borgarstjórn til það var veruleika Þannig að bara lögfræðin þannig að borgarritari og þau alveg rétti með að gera þetta En hins vegar getum við bara sem ráð, við getum bara gert á næsta fundi þá getum við samþykkt ályktun að bara þrátt fyrir bara svara þessu og bara sem ráð óskaði eftir því að það veri myndavél sett upp á þessum stað í Graf og eins og búið að setja upp á Seltjarnarnesi og hinum þessu sveitarfélögum á landið og þegar þessar myndavélar voru fyrst settar upp þá sagði löggan að hún verið tilíkt að hún nátti ekki pening og það kom og þá voru þessar myndavélar miklu dýrari en núna hann bara fáránlótdýrar og þá kom bara borgin með þennan einskiptiskostnað og löggan ég held að löggan hafi ekki og ég held að það hefur verið talað það að löggan borgin ætti að borga rekstrarkostnað líka ég held að löggan hafi ekki einu sinni nefnt að rukka rekstrarkostnaðinn þeir bara sáu þetta og kannski viðskopið rafmagnið og svo bara þegar kom að endurnýjun næst þá bara sagði löggan ef við endurnýja þá skulle við koma fram með meiri pening þannig ég held þannig sé að löggan sé til í þetta en ég held að það verði að biðja nokkuð svona ákveðið þetta Sko í þessu tilfelli þetta svolítið og biðja við getum ekki skipað borgarráð fyrir verkum Nei, við erum ekki að því Sko í þessu tilfelli borgin að leggja fram fyrirbæri sem heitir betri hverfi Það lagðar fram ákveðnar tillögur og síðan það apparat á vegum borgarins sem samþykkir ákveðnar tillögur Í þessu tilfelli það þessi tillögur rafrænt eftirlit Hún samþykkt í kosningu og af sömu aðilum og eru núna að neita þessu var samþykkt að fara í þetta verkefni sem var samþykkt að íbúar. Þannig að ráðið ekki beðið þetta, einn einstaklingur ekki beðið þetta, íbúar að samþykkja þetta í kosningu sem að síðan samþykkt af borgarapparatinu eftir leikreglum sem þeir setja. Síðan gerst það að einhver í andstöðu við þetta inn í borgarapparatinu sem að skiptur hest í miðri á og á móti þessu og þá það skallast við að fara eftir því sem að þeir lögðu upp sjálfur og íbúar samþykktu sjálfur. Sko þetta eins galin aðferðafræði og hægt að hugsa sér og að bjóða okkur upp á þetta svar náttúrulega bara dónaskapur. Þurfum við þá kannski ekki bara að spyrja af hverju fór þetta í gegn? Já, algjörlega. Við bara andmælum þessu því að framtíðin En þetta ekki samt eina dæmi sem hefur fallið dögt af því það hefur komið stafræðinkerfinu og þetta kannski bara eins og með fleiri góð mál bara eins og Battavöllin í Húsaskóla sem búið að flytja tilvörum í 10 ár það þarf bara að endurtaka Já, hann hefur ekki verið samþykktur í betri hverfi tilvöru Nei, hann var alltaf á teikningu Þetta verkefni hefur sérstöðu í því að það var samþykkt í betri hverfi sem þeir lögðu eftir þeirra leikreglum ekki bara gera tillögu minni að Ingimar þú hafði svona ýmis konar rök við þetta ef við tökum þetta upp á næsta fundi þú verðum við drög að einhver svari fyrir okkur og eins og kemur hérna fram að þetta var samþykkt þarna hleypis í kosninguna það eina svona hálmstráið okkar sem við höfum þannig upp í staðið og þá ég nú eiginlega bara að hugsa það það er eiginlega búin að snuða grafa og eitt verkefni ákveðna
Mér finnst það svona lágmark þá að í þessari kosningu sem verður núna næst, að þá hérna... Nei, við gefum okkur ekkert með þetta. Við fórum eftir þeirra leikreglum. Ég held að bókendur sem lið. Og við förum með þetta lengra því að þetta bara ekkert ásættanlega. Og það getur ekkert einhver fámenn líka niður í ráðhúsi ákveðið eftir á að gera ekki það sem var búið ákveðið að gera. Rökin þurfa þá að vera býsna sterk og fyrir því að gera þetta ekki engin rök. Uppsetningakostnaður og rekstrakostnaður á svona kerfi sáralítill. Ég þekki það bara persónulega. Já, en hérna, þú bara bókar endilega og við höfum það þá bara í hérna púkinu næst. En ekki maður má biðja þig að púta niður svona einhvern konar viðbrögð okkar við þessu. Já, ég skal gera og bara vera í samvinnu við ykkur það. Þetta er auðvitað sem ég segi, þetta mjög óheppilegt, ég alveg sammála því að þegar það hleypt í kosningu að þá þetta vera algjör undantekninga og það sé þá ekki framkvæmt. Ég finnst það að vera bara lýðræðisleg hugsun sem eigum en það ég þekki alveg rekstrarkostnað, hann töluverður ef þú ætlar að hafa svona háa upplaust, þá þarf það að vera með ljósleira tengingu. Ég að reka stórsvona kerfi. Já, en eftir vissum að það uppfyllir þau kröfur. Já, ég veit að sko alveg hvað á. Já, ok. Þá ertu væntanlega að nota tengistað þar sem þú ert með þegar. Já. En þarna erum við að tala að einhverja staura út í og þetta leggja. Það eru lausnir á þau líka, mjög einfaldar. Og þá stillur trafíkina hvernig það að senda upplýsingar það. Þú getur líka eftir þannig það ekki vandamál. Tæknin ekki vandamál í þessu. Það er þannig okkar einstaklega að hver staur kosti svona 300.000 ári allavega í rekstri. En allavega, ég skal fara yfir það. Og juggum aðeins í því og sjá hvað kemur út úr því. En þá komið næsta, það er þarna málhverfisins eða málefni hverfisins og það koma aðeins frá honum Árna á fræðinu okkar að skoða þess að kannski bara fyrir okkur umræðum það á næsta fundi í sambandi við stöðu mála í hverfinu, svona almennt í sambandi við forvörnum og öðru slíku, þannig að mér finnst ágætt að við hugsum það mál svona til næsta fundar. Síðan af því það hefur aðeins komið fram hérna, þetta er bara einn upplýsingasetning. Við ræddum það síðast þennan frískáp í Spöng. Þú hefði verið í sambandi við einhvern hóp, nú víst komið neitun. Við erum að fara að hitta hana og bara til að skoða þetta betur. Ok, fínt er. Þannig að við höldum málinu aðeins bara til að við fylgjumst með því. Þá er það tillaga frá Kjartani í sambandi við Arion banka og ég sendi ykkur þarna upplýsingarnar af því að ég er svona sammála ýmsum það hvað samfélag okkar er að breytast og við eigum bara eiginlega að hafa sambandi svona talandi maskínu og svona þessi persónulega nálgun okkar á ýmsum sviðum er að svona lengjast í því og ég sendi ykkur þarna hvar gjaldkerar eru í þessum 3 stærstu bönkum. Þið séu að þessi gjaldkerar eru ekki mikið nálægt okkur, hann kom hérna út í Kópavogi eða þá við getum skroppið upp í Borgarnes, kannski Hafnarfjörð. Borgarnes, já, Borgartún. Borgarnes, ef þú ert í Arion banka þá er það hvort þarna út í Kópavogi í Smáranum eða þú getur farið upp í Borgarnes. Ok. Hérna, þetta Íslandsbanki er ekki neinstað nálægt okkur og það er heldur ekki gert fyrir Landsbankanum hérna upp í Grafarholti. Þannig að svo hittust við hérna aðeins og fórum og tókum umræðinu þetta mitt á vettvangi. Þá varst þú búin að fylgjast með og mér kemur fram að það er þetta mikið rennir í gegnum þennan banka og viðskiptahópurinn er fjölbreyttur. Og eftir ég talaði við þig og við tókum þetta spjall þá tók ég mitt mynd af því sem stendur fyrir ofan hraðbankann sem eru konum 2 svona að taka út seðla, greiða reikninga, leggja inn seðla, millifæra og fylla á frelsi. Þetta er langt svona verkefni sem gjaldkeri hefði sinnt áður. Og ég rak nú augun í þegar þetta stendur bara á íslensku því þú varst mikið að tala að það voru líka mikið verðlendu fólki sem væri á þessum banka. En mér finnst bara alveg kjörið að senda
Arion banka, þessa pæling okkar. Já. Og það varst þú og Agni, þú varst með honum í þessu. Já, þetta þjónustuskerðing í hverfinu, en þetta vant að vinna á móti tímanum. Við erum kannski aðeins að grípa of seint inn í því að ég gerði mig grein fyrir að þetta væri farið og búið, en þetta ágætt áminningu það að þjónusta að skerðast í 20.000 manna hverfi, þannig að mér sjálfsagt að senda inn þessa ályktun, minnst það. Já, maður hefur alveg fengið svo til viðbröð á þetta og ekki síst kannski frá eldra fólki. Og það er eins og segi, ég held að við fundum hana 3. apríl, þá var þetta ennþá sko, en það var ekkert með kannski miðjan mánuðin eitthvað eða kannski mánaðamóti sem ánámynda, en það er auðvitað ekkert, það er auðvitað ekki á seint fyrir þá að þið vilja snúa við, það er ekki á seint að snúa tilbaka fyrir þá sko, og þeir svona, já, ég held að, og við ráðum þess ekki náttúrulega, þetta er ekkert fjárframlag okkur neitt þannig, þetta er bara bón eða áskorun að þeir bæti þjónustuna aftur sem þeir hafa tekið, að taka. Því mitt málið að tvískipt, það annars verður þetta þjónustuskerðingin og svo kemur það pengabann sem kann bara ekki á þessa maskinni, nú bara kemur þjónustu við frá kennurinni. Og það er líka bara þessi almenna þróun sem að maður svona að opna upp. Og eins og einhverjir sérfræðingar eru að tala einmannaleika og allt þetta. Bara við maskinur meira og minna. Og maður myndi skilja þetta sko ef bankarnir væru reknir með tapi og væru alveg á fulla hagræða, en það var bara að koma fréttum bara núna við nokkuð dögum að hagnaða bankarna 20 milljarðar. Þetta sem var fyrstum spurningum bara tækni og svo að tala svona þróun. Þannig að þetta fer. Þú kemur þessu upp í réttarhendur. Þið þurfa að greiða atkvæði með það, formsins vegna. Ég leggur það fram að senda þessa. Flott, takk. Ég held að þetta sé ágætis áminning það að það alltaf verið að skerða þjónustu sem mér margir kalla eftir, en auðvitað tíðarandi annar, en það ekki eins og þetta sé eitthvað sko lítið þorp, þetta 20.000 manna hverfi sko. Þú veist ekki akkur því? Akkurat. Þá hérna lokið dagskráni á þessum opna fundi og komið í lokaða fundin okkar. Það er slökka. Já, endilega, takk fyrir. Hérna.